Það eru voða margir sem spyrja mig hvers vegna ég lít svona vel út, verandi 42 ára gamall. Og svarið er nú ósköp einfalt. Í fyrsta lagi er þetta genetískt, takk Guð. Svo hef ég aldrei reykt, ég hef aldrei drukkið, aldrei dópað. Ég hreyfi mig svona í takt við það sem ég borða og svo fer ég vel með húðin á mér. Ég nota mjög mikið af snyrtivörum fyrir herra. Rakakrem þó sérstaklega og ég hef alltaf rakað mig með raksápu og sköfu. Hérna ég passa mig á því sérstaklega að nota íslenskar vörur. Hér er lína frá Purity Herbs, þetta er framleitt á Akureyri og þau eru með andlitskrem fyrir herra, hérna undrakrem, fótakrem, allan pakkan, hreinsimjólk. Umbúðirnar þeirra koma bæði í plasti og líka í gleri. Og að samanskapi nota ég hérna vörur frá Alkemistanum. Þetta eru líka íslenska vörur sem eru framleiddar í Reykjanesbæ og ég hef fengið að heimsækja báðar þessar verksmiðjur, bæði á Akureyri og í Reykjanesbæ og ég hef fylgst með þeim hvernig þau vinna þetta. Þetta er 100% náttúrulegt og lífrænt. Algjörlega geggjað og það er mjög auðvelt fyrir mig að endurvinna þetta allt saman, plastið og glerið. Ég veit alveg nákvæmlega hvað ég á að gera við það. Eina málið er það óumhverfisvænasta sem ég hef gert í þessu lífi er þetta. Ég raka mig alltaf með sköfu og raksápu. Jú, ég skrapa burt dauðu húðfrumurnar en málið er þetta. Ég þarf að henda þessu þegar ég er búinn og ég veit ekkert hvað ég á að gera við þetta. Reyndar ég hef alltaf passað mig á því að nota aldrei einnota rakvélar. Þessi hérna skafa hefur núna dugað mér í 4 ár. Vandamálið er bara blöðin og þetta hérna. Ég veit ekki eins og hver þetta er. Er þetta úr áli eða stáli eða plasti? Úr hverju er þessi þrýstihylki utan að raksápunni? Og hvað get ég gert við þetta?